Komið að þriðja liðadagskrá, bifreiðastæðasjóður Akureyrar, samþykkt til málsteku bæjarfulltrúa Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 4 í fundargerð bæjarráðs dagsettri 11. nóvember 2021. Lögð fram drög að samþykkt fyrir bifreiðastæðasjóð Akureyrar bæjar. Inga Þöll Þórgnýsdóttir bæjarlögmaður og Daníels Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sátu fund bæjarráðs undir þessum lið. Bæjarráð vísar samþykktinni til afgreiðslu bæjarstjórnar með þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum. Þetta hinn formlegi texti sem liggur fyrir okkur hér og svo ætla ég að hafa örfá orð bara samþykktina. Þar var meðal annars verið að gera breytingar með tilliti til gjaldtöku í miðbænum og aðeins að fjalla það markmiðin með gjaldtöku á bílastæðum í miðbænum eru að bæta lífsgæði og skapa tækifæri fyrir fjölbreyttari notkun bæjarlands með því að stýra betur eftirspurn eftir bílastæðum, draga úr umferðartöfum, útblæstri og hljóðmengun, einnig að bæta umferðaröryggi fyrir aðra vegfarendur með því að draga úr fjölda ökumanna sem aka og leita að lausum bílastæðum. Styðja við verslun og fyrirtæki með því að auðvelda viðskiptavinum, íbúum, ferðamönnum, þjónustuaðilum og gestum að finna laus bílastæði. Og það verða innleidd 2 gjaldsvæði í miðbæ Akureyrar þar sem í dag eru gjaldfrjáls klukkustæði. Gjaldskyldu tíminn tekur að mestu mið af núverandi gildistíma klukkustæða og verður á virkum dögum ýmist frá klukkan 10 til 16 eða 10 til 18. Og gjaldskyldu stæðin skiptast í tvennt. Í gjaldflokki P1 eru 260 stæði og þar kostar 200 krónur á klukkustund að leggja bifreið. Og í P2 eru 250 stæði og kostar 100 krónur á klukkustund. Svo eru 22 stæði fyrir hreyfihamlaða og 18 svokölluð græn stæði og svo eru þar til viðbótar 600 gjaldfrjáls bílastæði í kringum miðbæinn, til dæmis norður við Íþróttavöll, niður með Strandgötu og Hofi, suður við Leikhús og svo framvegis. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur kvatt sér ljós þess að geta samþykkt fyrir bifreiðastæðasjóð, ekki ummerki. Það eru 11, takk fyrir það.